Komið sæl. Þessu myndbandi er ætlað að sýna ykkur hvernig þið eigið að nota Arduino til þess að forrita örstýringun ykkar sem að þið voruð að búa til og lóða, og ég ætla að sýna ykkur hvernig við ætlum að nota takkan og hvernig við ætlum að nota díðuna, LED-díðuna. Þannig að fyrst þurfum við að sækja Arduino compilerinn og við bara sækjum það hér og just download svona og setjum það svona upp. Only for me. Meðan þetta er að installast þá þurfum við að googla Arduino Xiao og síðan viðeigandi örstýringu sem þið erum að nota. Ég er að nota ESP32C3 og þá er yfirleitt fyrsta sem steina á Seed Studios. Við getum lesið þetta, en í stuttumáli sagt þá þurfum við þurfum að finna þennan hérna hlekk og við bara kópíum hann, bara copy link svona, förum inn í, maður sjá, þegar þetta verður tilbúið. Ég var með gamalt hérna, ég ætla bara ekki að nota það. Lokum þessu. Það er aðeins öðruvísi features í nýja Arduino-unum sem ég ætla að sýna ykkur. Svona, finish. Og þá getum við opnað það hér. Nei, þetta er ekki þessi mill. Svona. Og MDSN Discovery. Cancel. Allow. Svona, þá fyrir við inn í File og Preferences og inn í Additional Board Managers URL hérna. Þá setjum við Já. Ég skil. Ok. Þá setjum við þetta hérna og OK og OK. Síðan fyrir við hérna í Tools, Boards Manager og skrifum hérna ESP32 og við erum að nota þessum hérna Espressif Systems og installum því. Og síðan tökum við borðið okkar og setjum það í einhvern USB stinguð inn í einhvern USB sem við erum með, og þið eitthvað sem eru með nýrri tölvur eða Maca, að ég mæli með að þið eigið farið út í Elko og kaupið ykkur USB-C í USB konverter ef þið eruð ekki með USB-A port á tölvun ykkar. Ég er ekki með svoleiðis fyrir til að lána. Og síðan sjáum við hérna að hann er að downloada þessum libraryum sem við þurfum fyrir borðið okkar. Þannig að einhverjum aðeins eftir því bara. Á meðan við erum að bíða eftir að þetta komi, þá getum við farið hérna inn í File og Examples og Basics og Blink og opnum það. Svona. Og við vitum, í staðinn fyrir LED built-in hérna, þá ætlum við að nota D6 sem er digital staðurinn sem rásin á að vera á. Við getum líka notað bara 6. En mér finnst fínt að hafa bara D6, þá veit ég þetta er digital 6 og
hérna D6. Þegar hitt er tilbúið, já, við getum verið með blink og við getum svo sem gert annað skets tilbúið á sama tíma og það er hérna digital, fyrir mín í button. Og sjá, við erum með button pin er D7 og LED pin er D6 og digital read, button pin og button state high. Prófum þetta smá, þannig að þegar þetta hérna verður tilbúið, þetta tekur smá tíma. Jæja, þá er það tilbúið og þá ættum við að geta farið hérna í blink og förum hérna í board, í COM3 og förum hérna í ESP32 og við þurfum að fara hérna dálítið niður. Einhvers staðar hérna er exi á sjá ESP32 C3 og við erum ekkert að breyta þessu hérna í bili og síðan þurfum við að fara hérna inn í skets og förum í upload, eða við ættum að geta ítt hérna á upload það sem við að taka og þá ættum við að sjá þegar hann er búinn að þessu. Sjá að það byrjar að blikka hérna. Þannig að þá vitum við allavega að þetta virkar allt saman hjá okkur. Við getum breytt þessu hérna í kóðanum hjá okkur, þannig að í staðinn fyrir þetta sé 1000 sem er 1000 millisekundur eða 1 sekúnda, þá getum við prófað að breyta þessu hérna yfir í 100 og 100 til dæmis og vonandi tekur þetta aðeins skemmri tíma núna. Við sjáum að það breytist hvernig blikkar hérna hjá mér. Þannig að við vitum allavega að díðan virkar. Þá förum við yfir í takkan og við getum prófað að uploada því. Pössum bara að þetta hérna sé allt rétt. Þá prófum að uploada þessu. Svona. Og við ætlum að nota hérna aftur sjá ESP3, svona. Svona. Og þá ef við ítum á takkan þá á díóðin að blikka, en ég sé að hún er á hún er ekki að minnka eftir því sem sagt, það tekur smá tíma fyrir hann að slokna. Ég get prófað hérna, ef ég fer í input hérna, input pull down og sjá, ég held þetta sé reyndar pull down, virkar það? Já, það virðist alltaf virka og þá sjáum við að bara þegar ég ít á takkan þá virkar það. Þetta er vegna þess að annars er draugur í, það tekur smá tíma fyrir takkan að afhlaða spennuna. Þannig að núna bara blikkar. Ykkar verkefni er að gera eitthvað skemmtilegt með þessu. Nú erum við búin að prófa eitthvað einfalt hérna input og eitthvað einfalt output. Látið þið rásin að gera eitthvað meira heldur en bara blikka þegar ég ít á takkan. Þannig að þá er þessum verkþætti lokið. Þannig að gangi ykkur vel með þetta.